Skemmtilegur, áhugaverður og umfram allt fróðlegur sportþáttur hér á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jó, mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 10:11, 13. október og við erum að sjálfsögðu áfram í fimmleikunum og á línuna er komin enn ein manneskjan sem hefur ekki sofið mikið ábygglega upp á síðkastið í kringum fimmleikasambandið, en það er Ása Inga Þorsteinsdóttir, yfirþjálfari landsliða, þannig að gott blessuð og sæl. Já, sæl verði. Hvernig hefur það? Ég hef það bara gott. Já, komið fullu spenningur í það ekki? Jú. Það er ekki laust við smá fyrringum á hann. Nei. Hvernig er svona undirbúningur búin að ganga hjá þér þessa dagana? Þetta gengur bara mjög vel. Þetta er mikið. Það er mikið sem þarf að gera þegar maður að hafa yfirumsjón yfir 5 landslið, en þetta er ótrúlega gefandi og þetta er ótrúlega gaman og ég er svo lánsum að fá að vinna með frábærum þjálfurum og frábærum fimmleikafólki, þannig að þegar maður er í þarna stöðu þá er ekki annað hægt en að vera glaður. Já, nákvæmlega. Einmitt, og já, hvað er svona, þegar þú varst ráðinn eða ekki yfirþjálfari núna bara fyrir, hvað er langt síðan að það kom? Sko, ég er ráðinn inn í raun og veru fyrir árið 2013 í að setja upp þetta verkefni og hvernig við myndum vilja framkvæma það og gera fjárhagsáætlun og bara svona heildarmynd á verkefninu og svo, sem sagt, ráðum við inn þjálfara á hvert lið. Það eru 3 þjálfara á hverju liði og það gerðum við áramótin 2013-2014 og verkefni í raun og veru hefst í janúar á fullum krafti 2014 núna og er búið að vera í gangi alveg síðan þá. Þannig að þú hefur og þjálfarna teymið því að við þurft að, því að við eigum rosalega mikið að góðu fimmleikafólki út allt land, þannig að það hefur verið rosalega erfitt fyrir ykkur væntanlega það ekki að velja úr öllum þessum afrekshóp. Alveg svakalega. Það voru 200 krakkar sem mætti í fyrstu pröfu hjá okkur og við þurftum að byrja að velja úr þeim hóp og svo í raun og veru höfum við minnkað hópinn 2 sinnum síðan frá þá. Þannig að og þetta reynum við að gera með þessu mest gagnsæi og reynum að hafa, við setjum þetta allt upp í svona, eins og við kallum það Master Excel-skjöl, þar sem við metum hvernig á einn liðkanda út frá hans styrkleikum út frá því sem að liðið er að leita. Það er mjög mikilvægt um þetta að vera fókusjar á það að maður að leita góðri liðsheild en ekki endilega bara sterkustu einstaklingunum út af því að þú þarft að hafa breiddina til þess að hafa lið sem að skilar öllu því sem þú ert að leita eftir. Og með þessu er náttúrulega kannski virkilega góðir einstaklingar, bara afreks einstaklingar sem þurftir unni að sitja eftir. Já, það er alveg tvímælalaust. Við erum með fólk sem að í raun og veru í öðrum landsliðum, önnur landslið myndu hugsa ég stökkva á það. Já. Og sem við í raun og veru þurftum að klippa út úr okkar hóp og það er alltaf leiðilegt, það er alltaf erfitt en svona er leikurinn. Nú erum við, allan eins og með kvennaliðið að nú erum við búin að Evrópumeistari síðustu 2 skipti. Er hægt að vinna þetta 3 skipti í röð? Já, það var enginn gert áður. En það hafði líka enginn unnið að 2 í röð? Nei, en einhver verður að vera fyrstur og einhver verður að rifja brautina og af hverju ekki litla Ísland. Erum við ekki stórasta land í heimi eins og Dorrit segir? Jú, nákvæmlega. Þú hefur það ekki fylgt eftir landsliðunum síðustu ár og hvernig svona þín upplifun á landsliðinu núna eða landsliðunum og kannski byrja kannski á kvennaliðinu, hvernig finnst þið það svona að vera stemmt fyrir þetta mót með við önnað? Bara mjög vel. Ég var þjálfari á liðinu 2010 og 2012 þegar það verða Evrópumeistarar og það er svolítið önnur staða sem ég er í núna. Ég er svona meira í þessu ráðgjafa hlutverki að koma inn á öll liðin en það sem er svo ofboðslega gaman að sjá að þetta er svo miklu fagmenn og sérstaklega þessar stelpur sem hafa reynsluna eru búin að fara á þessu 2 mót. Þær vita bara nákvæmlega upp á hár hvað þær ætla sér og hvernig þær þurfa að haga sér eða æfa eða annað til þess að komast þangað. Þetta er gífurlegu sjálfsægi sem þær hafa og metnaður og það er bara ekki annað hægt heldur en að afstæða þessum flottu einstaklingum út af því að
þær eru sannarlega það. Já, og meðal annars í kvennalandsliði þá voru þarna einstaklingar sem voru búin að segjast vera hættar en þær eru komnar inn aftur bara. Já, þetta er svo gaman. Það er í raun og veru bara sama var upp á tegum hjá mér. Það var komin, ég var búin að ákveða það var komin tíma okkur nýtt og maður ætlaði að prófa okkur nýtt en svo einhvern veginn draugust vellinni í þetta aftur út af því að þetta er bara einfaldlega svo ofboðslega gaman. Og við erum svo lánsjön að fá að vinna með svona fólki sem er í þessu bara hreinni ástríðu og er tilbúið að leggja allt á línundar til þess að skila góðum árangri. En þess vegna er því mikilvægir að þetta frábæra fólk sem er tilbúið að leggja svona mikið á sig, finni það núna þegar við erum á heimavelli að Íslendingar séu með þeim, að þetta séu stelpunar okkar og strákarnir okkar og við ætlum að standa að baki á þetta. Og reynsluboltinn nú Sif Pálsdóttir, hún segir nú bara, það er bara að við ætlum að vinna gullið. Er það bara ósáttar með það eða þeir fá silfur? Það eru aldrei ósáttar með að fá silfur ef að þær eru sáttar við sitt framlag í keppninni. Og það hefur alltaf verið fókusin hjá okkur, hvort sem við erum að tala kvennalið eða eitthvað annar lið, að við erum alltaf að fara þarna og stefna og gera okkar besta mót og í raun og veru fókusa mjög mikið á þá þætti sem við stjórnum, sem eru stjórnarlegir af okkur og við vitum að við þurfum að gera til að skila því að við séum ána með okkar framistöðu, svo verður hitt bara alltaf að koma í ljós. En vissulega þegar þú ert með svona sterkt lið eins og þær eru, að þá sættast þær sér bara líka ekkert við neitt annað en að þær ætla að keyra alla leið og þær vita að þær eru á þeim styrkleika, að þær með því að gera gott mót, með því að klára sitt, að þá eiga þær að vera þarna í toppsætinu. En þetta er náttúrulega eins og í öllu öðru. Það lítið til þess að bregða út af og það er gífurlega einbeitingu til þess að klára svona mót 2 daga. En svolítið skemmtilegt með það eins og Tanja kom inn á áðan að þú veist í rauninni ekkert hvað hinliðinni hafi upp að bjóða. Það er allt lokað og læst. Já. Það reyna allir að halda þetta svona hernaðar upplýsingar sko. Þannig að þú mæti bara í orustuna og svo verður bara að koma í ljós hvernig hef ég náð að undirbúa mig og hvernig hafa hinir náð að undirbúa sig. Og það er það sem gerir mótið ennþá skemmtilega. En þeir voru núna á dögunum með upphitunnarmót og þar var virkilega vel mætt og fundið ekki fyrir því það var bara tróðið út fyrir dyr. Jú, og við finnum fyrir því það er gífurleg vakning og aukin áhuga á hópfimleikum á Íslandi og bara fimleikum almennt. Það eru allir klúbbar á Íslandi með biðlista og mikill áhuga í samfélaginu. En eins og er ennþá meira, það eru fleiri útlendingar að mæta á mótið að horfa á, heldur en Íslendingar eru búin að kaupa miða og við erum náttúrulega alveg sátt í það. Þannig að við viljum fá Íslendingana í salin, við viljum heyra íslensku geðveikina í stúkunni og útlendingarnir finni það að við höfum gríðarlega sterkan heimavöll og bara hversu í raun og veru fólk er meðvitað hópfimleika á Íslandi. Nákvæmlega. En það er náttúrulega stundum skiptir miklu máli og nú eru þeir sem eru ekki búin að fá sér miða á þetta og þú þarft ekki að hafa áhuga á íþróttum til þess að fara inn á þetta svið. Nei, þetta er bara flugeldasýning, ekkert annað og sérstaklega þegar ef fólk sér dönsku og sænsku strákana og ég vil nú reyndar meina að íslensku stelpurnar að færast nær þeim með hverjum deginum en þetta er bara flugeldasýning og allir sem hafa gaman til dæmis á sirkus, þeir munu elska þetta. Allir sem hafa gaman að sjá hörku keppni, þeir munu elska þetta. Þú þarft ekki að skilja svo mikið fimleika til að skilja þetta sport. Þú þarft bara að mæta og þú mynd fatta leið hvað er í gangi. En það var svona rétt í lokin. Íslendingar eru við að fara að sjá okkur bara í að verða Evrópumeistarar í fleiri en kvennaflokki, möguleikarnir, þeir eru náttúrulega. Já, og ég meina, þetta er svo frábær dagur í dag. Íslensku fótboltastrákarnir vinna Hollandi, ég held að þeir hafa bara sett
sett línuna fyrir þessa viku, við ætlum bara að byrja stórt og halda áfram og hin liðin hafa líka alveg gífurlega möguleika og það allt opið í þessu, þannig að það verður bara fróðlegt að sjá. En fyrir mér, þá finnst mér, fyrir úlingana, þá snýst þetta mest mögnis og reynslu, það snýst það að þessi krakkar upplifi þetta, hvað þetta ofboðslega skemmtilegt, þannig að við fáum það áfram upp í fullorðinsflokkana og en eins og ég segi, það allt opið í þessu. Ása Inga, þú kellaði fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að mæta þarna og þú lofaði það ekki alveg þvílíkri flugveldarsýningu? Þvílíkri flugveldarsýningu, ekki spurning. Bestu þakkir og við heyrumst næsta mánudag. Já, takk. Bless. Já, fara ekki langt hlustu góðir hérna eftir smástund, þá erum við bara núna að fara yfir í handboltan. Það alvöru derbíslagur á Selfossi annað kvöld og þetta nú bara í fyrsta skipti sem það svona alvöru derbíslagur eins og maður vill orða það. Og þeir eru með þess að mættir í búningunum hérna, 2 leikmenn, annar úr ungmenn frá Selfoss og hinn úr íþróttafélaginu Mílan, ef ég ber þetta rétt fram. Fara ekki langt hlustu góðir, það handboltin sem tekur núna við öll völd eftir smástund. Og minni að sjálfsögðu fyrir þá sem að mistu að fyrir viðtölum varandi fimmleikana, þá verður það komið inn strax í fyrramálið. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá